Já, þetta þarf hvort ekki að vera on samt. Það er að segja, þú mútt slökka þessu náttúrulega. Slekkur ekki á, þetta er náttúrulega bara mikrofónið sem ég er að tala í. Það er rosalega misjafnt sko hvaðan kemur sterkur inn á playback. Já, þá þarf maður einhvern veginn að vaka yfir því að þetta er náttúrulega ekki sami. Hæ? Eftir frelsara. Það er frábært. Okay. Þá fer þetta svona og svo er þetta bara svona. Nei, nú heyrist ennþá í mér hérna, byrju. Ég ætla að sjá hvað það var ekki eitthvað mute hérna einhvers þar. Er þetta svona? Nei. Ég get ekki mjúta. Ok. Þá verður þú að mjúta. Ætla að braka því. Já. Góða kvöldið. Gott að sjá okkur í kvöld. Halleluja. Guð er hér og við ætlum að lofa hann. Amen. Ekki rísa á fætur. Salvation, one doorway that leads to life, one redemption, one confession. I believe in the name of Jesus Christ. I believe in the crucifixion. By His blood I have been set free. I believe in the resurrection. Hallelujah, His life is testify. All praise to God the Father. All praise to Christ the Son. All praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name I believe. I believe in the hope of heaven. He's preparing a place for me, far beyond what hearts imagine. He's a heard what I say.
gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? Lord, never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? No, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? Oh, praise to God the Father. Oh, praise to Christ the Son. Oh, praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name, I believe. Oh, praise to God the Father. Oh, praise to Christ the Son. Oh, praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name, I believe. In Jesus' mighty name, I Amen. Halleluja. Allir glaður að vera hér, heyri ég. Takk, Jesus. Halleluja, Faðir. Takk, Jesus. Takk, Drottinn minn, að þú ert hér. Halleluja, Jesus. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with
Halleluja. Drottinn minn, ég bara þakka þér fyrir þína náð og þína miskunn, Drottinn. Ég þakka þér fyrir að þú ert okkar Guð. Þú ert þinn heilagi Faðir sem elskar okkur. Þú sem gefur allt fyrir okkur, Drottinn minn. Heilagi Faðir, í Jesú nafni, bara þakka þér, Drottinn. Og bara heilagi Andi, vertu velkomin í kvöld, heilagi Andi. Bara vertu velkomin og bara mættu við bara virkilega fyllast af þér, heilagi Andi. Kira masara makara masara masaria. Ora makara masara masari andoria. Drottinn Jesús, og ég bið bara fyrir öllum sem hefur búin að eiga sárt að binda þessa mánuði, Drottinn minn. Bara ótrúlega mikið í gangi, heilagi Faðir. Drottinn minn, ég bara bið fyrir hverjum einasta einstaklingi sem hefur að gangi gegnum virkilega þrauti, Drottinn minn, heilagi Faðir. Faðir, þú varðveitir og styrkir, Drottinn minn. Drottinn minn, heilagi Faðir, þú huggar og umvefur og gefur þinn heilaga frið, Drottinn minn. Og ég bara þakka fyrir að þú elskar okkur svo mikið sem Faðir okkar, sem vilt allt fyrir okkur best gera, Drottinn minn. Og stundum skrítið hvað við förum í gegnum, Drottinn, og við skiljum það ekki alltaf. En þú ert inn í öllu þessu sem við göngum í gegnum, Drottinn. Þú ert með okkur, heilagi Faðir. Og ég bara þakka og lofa þér, Drottinn minn, að við göngum ekki gegnum þetta einn, Drottinn minn. Að þú ert ávallt með okkur, heilagi Faðir. Drottinn Jesús. Drottinn Jesús, Abraham, Ísaks og Jakobs. Ég bið maður blessun, Drottinn minn, yfir ætliði Abraham, Ísak og Jakobs, Drottinn minn, fyrir Ísrael, heilagi Faðir. Heilagi Faðir. Drottinn minn, bara í Jesú nafni, blessun og varðveislu þar inni, Drottinn minn. Faðir, bara lækning og líf, Drottinn minn, og frelsi, Drottinn. Mættu þér finna þig, Drottinn minn, hver þú hinn sanni Guði er, Jesús Kristur. Heilagi Faðir, í Jesú nafni. Drottinn minn, í Jesú nafni. Ég bara maður vekja það upp, Drottinn minn. Heilagi Faðir, að þekkja þig, koma til þér í draumum, eins og gerðir áður, Drottinn minn. Bara í sín, heilagi Faðir. Drottinn minn, í Jesú nafni. Við maður vitja þér að, Drottinn minn, í Jesú heilagi nafni. Heilagi Faðir. Ramasakara mantaria. Þú bara leggja allar sjúkdóma, Drottinn, í þína hendur. Alla sem sjúkir eru, heilagi Faðir. Drottinn minn, í Jesú nafni, þú ert læknirinn. Heilagi Drottinn Guð. Þú ert læknirinn. Jehova Rafa. Kira masara mantaria. Drottinn minn, Jesús. Læknir læknana í Jesú heilagi nafni. Drottinn, heilagi Faðir. Heilagur Jesús. Heilagi Faðir, í Jesú nafni. Takk, Drottinn Jesús. Halleluja. Og ég bið einnig, Drottinn, í orði þínu í Kólossusbréfinu 1, Drottinn minn, 11. Mætti líður þinn styrkjast allan hátt með dýrðarmætti þínum, svo eru fyllist fullgnæði, hvívetna og umbyrðarlyndi, og geti mig gleði þakka föðurnir sem hefur gefið okkur hæf til að fá hlutdeild í arfleið heilagra í ljósinu. Hann hefur frelsað oss frá valdi myrkursins og flutt oss inn í ríki hins elskaða sonar. Í honum eigum við endurlausnina, fyrirgefningu synda vorra. Halleluja. Takk, Drottinn, fyrir allt. Halleluja. Jesús, takk, Jesús. Halleluja. Halleluja. Við bara leggja fórnina líka, Drottinn minn, í
Faðir, að hver glaður gefandi drottinn minn, megi gefi verða drottinn minn, heilagi Faðir, með að blessa hvern og einasta drottinn minn, heilagi Faðir, ó Karamasara Makaria, ó Ramasaria Antaria, að þú blessar þá sem blessar þitt ríki drottinn minn, heilagi Faðir í Jesú nafni, Karamasara Antaria Jesus. Takk Jesus, takk Jesus. Halleluja. Eins og segi, gefi mun gefi verða. Halleluja. Og þá mun mæli okkur vera fullur drottinn. Halleluja. Halleluja Jesus. Halleluja. Halleluja. Við ætlum að lofa Guð í kvöld drottinn eins og við gerum alltaf á sunnundum og það er bara ekkert síðra í kvöld. Þó að sólin skínu og bara þakka honum fyrir þessa sól, fáum að fá þessa yndislegu sól í dag og þeir sem eru úti í sólinni að njóta þess á netinu að horfa á okkur, bara njótið þið, bara lofið samkvæð með okkur og meðan við erum að lofa Guð hér í Jesú nafni. Halleluja. Og við systur, við stoppum ekki og förum eitthvað mikið í sumarfrí, við ætlum að hittast á miðvikudaginn. Við erum alveg með þetta, algjörlega. Halleluja, förum ekkert mikið í sumarfrí, bara endalaust. Halleluja, og nú ætlum við bara að halda áfram að lofa Guð þang til og við bara að blessa kunna þeim fyrir að tala til okkar eftir. Hlakka til að heyra Guð, hvað Guð hefur gefið í hans hjarta. Halleluja. Bara blessu ykkurni, tala til okkar eftir í Jesú nafni. Amen. Þér sé lof drottinn Guð, lofa sé þitt nafn, leyf mér að tigna þig, syngja lofsöng til þín, lofa þig, leyf mér að tigna þig. Sólin rís, dagur nýr saman, syng þá lofsöng þinn á ný, og hvað svo sem gerist á göngu þennan daginn, kem mér að syngja það til róðna sín. Hér sé lof drottinn Guð, lofa sé þitt nafn, leyf mér að tigna þig, syngja lofsöng til þín, lofa þig, leyf mér að tigna þig. Til
Og daginn þann ég megnei meira og margir nálgast endar raun. Ég syng ég því hjartans lof má heyra. Í himni Guðs eilíf hlýt ég laus.
þér til dyða syngjum við, þú ert átt minn hug og hjarta, tilbið og elska þig, já Jesús, mitt líf alltaf þig, minn þúsund halleluja, átt aðeins þú. Heilagi, heilagi Faðir. Heilagi Faðir. Frelsara á ég og vinum einum, hann elskar mína sál. Í öllum raunum ég treysti honum, hann aldrei fer mér frá. Eina sem ég þarf Jesús, og ég vil aðeins syngjum hans nafn. Einum þér ég tilheyri Jesús, ég frelsi fyrir náð þína á. Takk Jesús. Og ekkert annað í þessum heimi sem fangar mína sál. Því lausnar gjaldið varir eilíf, nú frelsarinn mig á. Eina sem ég þarf Jesús, og ég vil aðeins syngjum hans nafn. Því einum þér ég tilheyri Jesús, ég frelsi fyrir náð þína á. Þú ert framtíð mín og von, þú ert styrkur minn Guðs son. Talum aðeins fyrir þig, þú ert framtíð mín og von, þú ert styrkur minn Guðs son. Mín sál fyrir þig, þú ert framtíð mín og von, þú ert styrkur minn Guðs son. Mín sál fyrir þig, því eina sem ég þarf Jesús,
Halleluja, Fader. Nei, við látum hann bara sjá um þetta. Nei, við látum strákinn sjá um þetta. Lyftu þessu, drengur. Guð setti ekki á hann vöðvana til þess að hann geti notað bara í eitthvað grín, sko. Já, þú ert yndisleg. Takk fyrir. Eru fleiri en ég þyrstir? Þetta er fallegt. Þetta eru forréttindi að fá að flytja Guðsorðið. Kumbro shikavara lamanandra da shipara lamanandra da sidramanandra. Kumbro lomanandra da shipara lamanandra da shipara lamanandra da sidramanandra. Dróttir mér, þakka fyrir að fá að koma saman inn í kvöld. Þakka fyrir að fá að koma saman þitt nafn, dróttir minn, upphefið þig og tilbiða, dróttir minn. Fá að upplifa þína nærveru og upplifa þína elsku. Þessa raunverulegu elsku, dróttin. Þennan alvöru ekta kærleika, dróttin. Dróttin minn, ég bið að smyrja varir mína þegar ég tala út þitt orð og ég bið að smyrja eyru fólksins, dróttin minn, að það megi heyra það sem þú hefur við að tala. Í Jesú heila nafni. Amen. Amen. Þið eru alltaf svo ótrúlega falleg. Herja með því. Amen. Þarna. Mér finnst þið yndisleg. Og mér finnst bara ekki impra nógu mikið á því. Undanfarnar vikur og mánuði hef ég verið að upplifa pínulitla sorg í hjartanu. Ég veit ekki út af því að við upplifa eitthvað slíkt. Mér finnst ég alltaf verið að sjá meira og meira af kristnu fólki sem er að taka einhverjar skrýtnar ákvarðanir sem ég hreinlega skil ekki. Og það truflar mig og það snertir mig og ég er stundum bara grátinn nær og ég veit ekki, ég skil ekki af hverju fólk getur tekið ákvarðanir sem að virðast vera algjörlega þvert á það sem Guðsorðið talar. Og í nótt 3:00 vaknaði ég hressilega og það kom upp þetta biblíuvers sem ég ætla að lesa fyrir ykkur og sem ég ætla að segja hann að ræða hans. Þetta gerist klukkan 3 nótt. Ef þið viljið hafa eitthvað titil á þessu, ekki samlaga ykkur heiminum. Þetta er áskorun og þetta er hvatning. Þetta er ekki ég að skamma einhvern, eða reyna að meiða einhvern, þetta er ég að brýna sjálfa mig og brýna ykkur. Þannig að ef það væri undirtitill myndi ég segja til dæmis þegar aðrir beygja sig, stattu teinréttur. Ok. Lykilversið í dag eða í kvöld Rómverjabréfið 12:2 en ég ætla að lesa 1 og 2. Því brýni ég yður bræður að þér vegna miskunnar Guðs bjóði fram sjálfa yður að lifandi, heilagri, Guði þóknarlegri fórn. Það er sönn og rétt Guðsdýrkun á yðar hendi. Hegðið yður ekki eftir öld þessari, heldur takið háttaskipti með endurnýjung hugarfarsins, svo þér fáið að reyna hversi vilji Guðs hið góða, fagra og fullkomna. Það sat í mér í nótt og ég var það kom þetta vers og það kom þetta orð, kom þetta upp á ensku, það því ég er bara þannig einhvern veginn að kirkjan þarf að vera meira trans. Það er að segja að við eigum að vera transformed. Amen. Það er kirkjan hlutverk að vera transformed. Við eigum að taka háttaskiptum. Og við verðum að taka háttaskiptum. Og það er ekki annað í boði.
En þrýstingurinn að laga sig að fjöldanum hins vegar ekkert nýtt fyrirbrigði. Babylon á sínum tíma krafðist þess. Ísraelsþjóðin krafðist þess í eyðimörkinni. Trúarleiðtogarnir í Jerúsalem kröfðust þess og Ísland dagsins í dag krefst þess. En í gegnum alla Biblíuna hefur Guð leitað að fólki sem tilbúið að standa þegar allir aðrir beygja sig. Og við ætlum að kíkja hérna á nokkra sögur og þessar sögur þegar ég að tala þá einhvern veginn alltaf þessar sömu sögur sem detta í hugan á mér. Og það snúa alltaf að því hvernig Guð grípur inn í kringumstæður fólks. Hvernig Guð mætir þörfum fólks í vanda. Þetta er sagan Daniel í ljónagrifinu, þetta er sagan Sedrak, Mesak og Abednego sem að fara í eldsofnin, þetta er sagan Jósúa og Kaleb sem að þurfa að tala sannleikann þegar 10 töluðan ekki og svo framvegis. Og alltaf förum við í þetta að Guð að mæta hérna og bjarga heiminum. En við ætlum að skoða núna hugafar þessara manna þegar kringumstæðurnar skulla á. Ok. Og við byrjum á Daniel. Þegar menningin í kringu þig vill breyta sannfæringuðinni. Það stendur í 7. kaflanum í Daniel. Það kemur þessi saga þar sem að búið að leggja kvaðir á fólkum að það megi ekki biðja. Þú mátt ekki biðja. Og Daniel vissi að tilskipunin hafi verið undirrituð. Hann vissi ef hann héldi áfram að biðja, þá gæti það kosta hann lífið. Og þá var spurningin, hvað gerir Daniel í þessu kringumstæðum? Stendur hann upp og er með uppstitt? Hann gerir það ekki. Hann fór heim til sín og bað. Á sama stað hann hafði alltaf beðið, við gluggann. Hann hafði alltaf beðið þar og hann ákvað að beðið þar áfram. Af því hann ætlaði ekki að láta menningu þessa dags, menningu þessa heims, stýra því hvar hann bæði. Þannig að hann fór heim og bað alveg eins og hann hafði alltaf gert. Það er svo merkilegt að Daniel varð ekkert skyndilega hugrakur þegar hann stóð frammi fyrir ljónunum. Honum var kastað í ljónagrifu. En það var ekki þar sem hann varð hugrakur. Hugrekki hans hafði byggst upp í gegnum áralanga trúfesti við drottinn þegar enginn horfði til. Það var þar sem hugrekki hans var til. Það var þar sem að traustið hans á drottinn var til. Það var ekki til þegar það var komin onni í ljónagrifina. Það sem hann allir stóð fyrir framann hungruð ljónin og hann sagði bara drottinn, nú verður þú að gera eitthvað. Þú veist, ég er búin að biðja 3 sko. Þú veist, nú bara verður þú að loka þessu sko. Menningin sagði hætt að biðja, en Daniel svaraði með lífi sínu. Ég ætla ekki að breyta hvernig ég tilbið. Ég tilbið Guð. Þessi aðlögun sem að heimurinn krefst byrjar oft hægt og rólega. Þessi aðlögun við að reyna að breyta sannfæringuðinni. Og við förum stundum í þetta að vilja breyta þessu og þá gerum við það líka ekki hratt, heldur bara varlega. Það er því að við erum svo hrædd við afleiðingar. Við viljum ekki móðga. Það er náttúrulega þjóðaríþrótt Íslendinga er að móðgast. Við erum mjög góð í því að móðgast. Hefur einhver orðið móðgaður? Já. Hefur einhver orðið móðgað fyrir einhvern annan? Þú veist, þetta bara við erum svo frábær, sko. Þú veist, en pínulítið meðvirk. Bara pínulítið. En Daniel, hann mótmælti ekki með látum og hann panikaði ekki. Það eina sem hann gerði var einfaldlega að vera áfram trúr.
Þú nefnilega byggir ekki upp sannfæringu í ljónagryfinni. Og það er svo ekki gott að skrifa það hjá sér, jafnvel skrifa það hér eða hér. Þú byggir ekki upp sannfæringu í ljónagryfinni, hins vegar opinbera ljónagrifjan sannfæringu þína. Ok, þannig að þegar ljónagrifjan er mætt, þú ert komin onni, þú ert með kísa fyrir fram að þig. Eitt sinn var ég að labba í Hamborg, það er hérna elsti dýragarður heimsins sem er með svona opin rými fyrir dýrin. Mjög stór dýragarður og eitt sinn var ég að labba þarna. Það hefur verið 2015, þá erum við að labba og það er alls konar svona tilbúin, fjöll og tilbúin alls konar í þessum dýragarði og maður er að labba gegnum svona þröngt gil sem að sjá á endanum var ekki neitt annað bara læstar dyr og maður þurfti að labba tilbaka. Allavega, ég er að labba í áttina af þessum dyrum án þess að vita að þær séu þarna. Svo allt í einu heyri ég þetta svakalasta öskur sem ég á ævinni heyrt, sem var ljón í búri við hliðina á mér. Það var þannig hiti að ljónin fóru náttúrulega ekki út. Við Íslendingar náttúrulega förum alltaf í dýragarð þegar það er sem heitast og skiljum aldrei í það okkur við sjáum aldrei dýrin. Skiljiði. Og svo erum við að bölsóttast yfir því að við erum búin að kaupa hérna einhverja sykraða drykki og það er alla flugurnar í bænum og komnar tíðin. Við erum margir að skilja þetta. En akkurat þarna var ljónið í sínu herbergi og það var með sitt op hérna sem að það sá ekkert í gegnum og ég sá ekkert ofan í, en það var þarna. Og það urraði og öskraði. Og ég held að í alvörunni að mér hafi sjaldan liðið verr en akkurat þarna. Að ég vissi að ljónagrifjan var hérna við hliðina á mér. Ég var ekki onni í henni, en ég vissi ekkert hvað var að gera þarna hinum við. Ég sá ekki dyrnar sem voru læstar sem voru vissulega dyrnar inn í þessa ljónagrifju. En lætin voru svakaleg. Þannig að þegar ég er settur ofan í ljónagrifjuna, þá vex mér ekki trúin þar. Heldur opinberast trú mín þar. Á hvað hef ég sett traust mitt þegar ég er komin í ljónagrifjuna. Minn hvati til ykkar er að gera útvalningu og köllun ykkar vissa og setja traust ykkar á Drottinn. Og það er gott að spyrja sig kannski, hvað hef ég hætt að gera? Því það var svo óþægilegt þegar ég var að fylgja Jesú. Hvað er það sem Jesús hefur beðið mig um að gera sem ég hef aðeins dregið úr því það var lúmst óþægilegt? Og hvatinn er þá þegar þú kemst að því, slakað á og fylgdu Jesú. Ok? Saga 2. Sadrak, Mesak og Abednego. Þegar allir aðrir beygja sig. Þetta kemur fyrir í Daniel 3, versum 1-30. Og við ætlum að lesa svo gott sem 1 vers eða 2 úr þessu. En staðan er þessi að Nebúkadnesar lætur reisa risavaxið gull líkneski sem allir sjá. Það fer ekki að milli mála. Þetta er ekki ósvipað þegar við lítum hérna út og við sjáum Hallgrímskirkjuna. Við sjáum hana bara, hún er þarna. Svo kemur þessi dagur að allir að safna saman fyrir framann gullíkneskið. Og strax og tónlistin fer að heyrast, gíjurnar og lúðrarnir og allt þetta, þá er allir að falla á hnén og tilbiðja þetta líkneski. Og við getum bara ímynda okkur hvernig veröldin í staðan hefur verið þegar þessir 3 menn, Sadrak, Mesak og Abednego, hafa staðið þarna fyrir framan þetta líkneski ásamt öllum hinnum. Það var engin undanskil, þarna voru allir og allir beygðu sig. Nema 3. Og konungurinn segir, strákar, þið vitið að það er tilskipun að það þarf að lífláta þá sem ekki beygja sig.
Þetta er leiðilegt, en svona er þetta. Þetta getur súrt, en þið ákvaða að bíta í þetta efni. En málið er hins vegar að svar þeirra við kröfum konungsins er ekkert minna en stórkostlegt. Það stendur í Daniel 3:17-18. Þar segja þeir, ef Guð vor sem vér dyrkum vill frelsa okkur, þá mun hann frelsa okkur úr eldsofninum brennandi og af þinni hendi konungur. En þótt hann gjörði það ekki, þó við munum láta lífið, þó þetta verða okkar síðasta, þá skaltu samt vita, konungur, að við munum ekki dýrka þína Guði né tilbiðja gullíkneskið sem þú hefur látið reisa. Guð okkar getur frelsað okkur. En jafnvel þótt hann frelsa okkur ekki, jafnvel þó að þetta verði mitt síðasta verk, að standa fyrir framan þetta gullíkneski og beygja mig ekki, þá munum við ekki þjóna þínu Guð með að tilbiðja þetta líkneski. Einhver getur sagt að þetta verið þroskuð trú. En hvenær varð hún til? Varð hún til þegar þeir stóðu fyrir framan líkneskið? Eða varð hún til árunum undan? Það sem lærði að þekkja Guð. Það sem eytu tíma með Guði. Við verðum að eyða tíma með Guði. Við verðum að læra að þekkja hann. Og við gerum það í gegnum orðið og við gerum það í gegnum bænina. Og ekki halda að þegar Jesús þurfti að biðja sína síðustu daga þegar hlutirnir voru erfiðir, áður en hann var krossfestur, að þið séu svo svakalega sterk að þið þurfa það hreinlega ekki. Ef Jesús þurfti það, hver er ég að halda að ég þurfi það ekki? Í alvöru. Guð getur og við treystum honum og jafnvel þó hlutirnir fari ekki eins og við vonum, þá beygjum okkur ekki. Þeir voru ekki trúfastir vegna þess að þeir vissu hvernig sagan myndi enda. Þeir höfðu ekki bókina til að lesa þetta. Þeir gátu ekki flett bara, já, þetta verður allt í lagi. Hann kemur einn fjórði. Þú veist, það var ekki þannig. Þeir urðu að trúa og það gerðist löngu fyrir. Þessi trúfestin var til. Þeir voru trúfestir vegna þess að Guð var og er verður tilbeiðslu óháð því hvernig sagan endar. Og það á við þig og það á við mig. Alveg sama hvernig saga mín endar, þá er Guð alltaf þess verður að ég lofa hann. Trúin í þessu tilfelli var ekki Guð mun alltaf halda mig frá eldinum. Trúin í þessu tilfelli var jafnvel í eldinum mun ég ekki beygja mig, af því að Guð er þessi verður að standi til lífs, standi til dauða. Það er bara þannig. Og þeim er kastað inn í eldinn. 3 menn fara inn, en konungurinn sér 4. Og stundum frelsar hann þig, og stundum frelsar hann þig ekki frá eldinum. En þá óttast ég ekki illt því að þú ert hjá mér, sprótið þinn og stafur hugga mig. Jafnvel þegar ég fer í gegnum svo dimmu dali. Þá ertu með mér. Þetta segir sálmurinn. Jósúa og Kaleb, þeir lentu þessu á örlítið enn hátt. Þetta er sagan njósnarana 12, það er í 4. Mósebók, 13. og 14. kafla. Þar voru 12 menn sem sáu sama landið. Þar voru 12 menn sem sáu sömu risana. Þar voru 12 menn sem sáu sömu víkirtu borgirnar. Og þar voru 10 menn sem sögðu, við getum þetta ekki. Við eigum ekki breyk. Þetta er algjört böst. En 2 sögðu, Guð getur þetta því hann gaf fyrirheitið. Þeir sáu líka mjólk og hunang og hinir sáu líka mjólk og hunang.
Hérna erum við með 2 menn, 2 menn og hérna erum við með 8 menn pluss 2 menn, 10 menn. Hvort alltaf Guð hafi elskað þessa menn eða þessa menn meira? Jafn mikið. Guð elskaði alla jafn mikið. Hvað voru margir sem fengu að fara inn í fyrirheyrnarlandið? Þrátt fyrir hann elskaði þá alla jafn mikið. Af hverju? Munurinn lá ekki í því sem þeir sáu. Þeir sáu alla sömu hlutina. Munurinn var hvernig þeir túlkuðu það sem þeir sáu. 10 njósnarar báru sjálfur sér saman við risana og svo þetta er ómögulegt. En Jósúa og Kaleb báru risana saman við Guð og sá að þetta var mögulegt. Þeir báru sig ekki saman við vandamálið, þeir báru sinn Guð saman við vandamálið. Á meðan hinir 10 sáu vandamálið og sjálfan sig. Og þar kemur þessi óþægilegi sannleikur sem við þekkjum, að meiri hlutinn hafði bara hreinlega rangt fyrir sér. Skrítið? Höfum við séð þetta á Íslandi? Stundum. Þeir sáu þetta þannig að þetta er ekki nýtt. Að fylgja Jesú þýðir stundum að þú ert minnihlutinn. En með Guði ertu sigurvegarinn. Jafnvel þó þú látir lífið. Trúin afneitar nefnilega ekki tilvist risana. Trúin neitar einfaldlega að gera risana stærri en drottinn. Það er ekki rétt. Við afneitum ekki að það séu vandamál. Við afneitum því að vandamáli séu stærri en Guðinn sem við tilheyrum. Við megum ekki rugla saman samstöðu okkar allra og sannleikanum. Við megum ekki rugla vinsældum af öllum og því sem er rétt. Eða því sem allir trúa og því sem Guð hefur sagt. Því við verðum að hlusta á það sem Guð hefur sagt. Og til þess að vita hvað Guð hefur sagt, þurfum við að tíma í bæn og lestri orðsins. Ef Guð hefur talað, þá skiptir ekki nokkru einasta máli þó allir standa á móti þér. Þú hlustar á það sem Guð hefur talað. Það er okkar áskorun. Af því að Guð hefur, þegar öll er á botni hvolft, síðasta orðið. Pétur og Jóhannes. Nú ætlum við að hendast aðeins yfir í Nýja testamentið. Já, þetta er nefnilega þar líka. Þar lentu menn í brasi. Þarna kom nefnilega tími þar sem að fagnarindið bara var til og bara í fullum gangi. Við þekkjum það. Við þekkjum þetta. Það sem fagnarindið hefur bara náð til okkar. Við höfum fengið frelsast. Við sjáum kraftaverk hægri vinstri. Jesús er upprisinn, heilugum anda hefur úthelt, kirkjan er í fullum og örum vexti og fólk frelsast og kraftaverkin gerast. Og hvað gerist þá? Í Póstólasögunum 4. kafla segir yfirvöldin láta handtaka Pétur og Jóhannes. Og þeir eru leiddir fyrir ráðið og þar kemur fyrirskipun. Strákar. Nú verðið að hætta að tala Jesú. Hann er ekki hér lengur. Þetta var búið. Nú hættið þessu. Og þeim var auðvitað kastaði steinin. Af því að þeir sögðu í sinni vörn, við getum ekki annað að tala um það sem við höfum séð og heyrt. Við verðum að tala um það sem við höfum séð og heyrt. Ekki það sem við höfum séð og heyrt. Heldur það sem við höfum séð og heyrt. Fullorðins brandari fyrir þá sem hafa lifið fyrir 20 árum síðan. Og þeim var kastað inn. Svo er þeim sleppt.
Og allt leikur í lindi í 3 vers eða 4. Þetta voru góð vers, 3 vers eða 4. En svo eru þeir bara ennþá að predika fagnaðarerindi. Og þá var þeir handteknir aftur og sömu ásakanir og sömu kröfur og Pétur svarar og hvað segir hann? Í vörn sinni þetta skiptið. Fyrst sagði hann, ég get ekki annað en talað það sem ég hef séð og heyrt. Og núna segir hann við yfirvöldin, framar ber að hlýða Guði en mönnum. Lengri var svo vörn ekki. Þetta nákvæmlega sami andinn og við sáum hjá Daniel. Ég mun halda áfram að biðja. Sadrak, Mesak og Abednego, við munum ekki beygja okkur. Jósúa og Kaleb, við munum halda áfram að trúa á fyrirheiti Guðs. Og Pétur og Jóhannes, við munum ekki hætta að tala Jesú Krist og hann upprisinn. Mismunandi kynslóðir, mismunandi samfélög, mismunandi yfirvöld, mismunandi þrýstingur, sama sannfæringin og við erum með. Takta eftir því bara hvernig þrýstingur virkar. Þú veist, segja við Daniel, hætt að biðja. Þú veist, hættu þessu bara. Sadrak, Mesak og Abednego, beygið ykkur. Jósúa og Kaleb, strákar, allir hinir segja. Og Pétur og Jóhannes, Jesús er ekki hér, hvar er hann? Ætli alveg að tala hann. Hegðið ykkur ekki eftir öld þessari, heldur takið háttaskiptum, eða takið háttaskipti með endurnýjun höfufarsins, svo þeir fá að reyna hver sé vilji Guðs, því góða fagra fullkomna. Heimurinn biður þið ekki alltaf að afneita Jesú strax, stundum er hann nefnilega lúmskur, hafið þið tekið eftir því? En þetta biðja aðeins minna, bara aðeins minna. Þetta er orðið svolítið galið, sko. Bara, þið biður aðeins minna, ef þið beygið þið bara örlítið, þú veist, bara svona, þú veist, þessi, hafðu trúnaðina kannski að bara, þú veist, út af fyrir þig, hafðu það svoleiðis, ekki taka biblíuna svona rosalega alvarlega, þú veist, ekki vera öðruvísi, ekki vera sákur, ekki tala svona mikið Jesú, ekki standa svona fast á samfæringunni, leyfðu öðrum bara að trúa því sem þeir trúa. Leyfðu þeirra sannleika líka að vera sannleika. Nefnum þú það? Nei. Satt er bara satt, rétt er bara rétt og Guð er ekki maður orða sinna að ljúgi. Hann stendur við það sem hann hefur sagt. Bara lagaðu þig aðeins að okkur. Vertu þægilegri. Vertu þjóðkirkjan á Instagram. En það kemur augnablik í lífi sérhvers lærisveins þar sem við verðum að ákveða. Ég mun ekki beygja mig. Það er alveg þannig. Þannig við hérna, yndislega fólk, ég ætla að plata ykkur. Nei, ok, ég ætla ekki að gera það. Ég ætla ekki að plata ykkur. Ég ætla að fá ykkur til að segja á eftir mér, ef þið eru til í að gera það. Við viljum að segja eins og Daniel. Eru þið til í það? Ég mun biðja, jafnvel þegar þrýstingurinn segir mér að hætta. Ég mun ekki beygja mig, jafnvel þegar allir aðrir beygja sig. Ég mun trúa Guði, jafnvel þegar ég er í minnihluta. Og ég mun tala Jesú,
Jafnvel þegar mér er sagt að þegja. Ekki samlagaði heiminum. Láttu Guð umbreyta þér, vertu transformer. Ha ha ha, ha ha ha. Stattu fastur, stattu keikur og ekki láta ýta þér til hliðar. Amen. Af því að við erum kristin og við stöndum á því sem Kristur hefur sagt, ekki á því sem einhver annar er að segja. Við stöndum á orði Guðs. Amen. Ég hef þetta verið löngu búin að biðja lóðgjörðarhópinum að koma upp og kannski ger ég það bara svona til hliðar einhvern veginn, kannski áttaðu þessu bara á þessu. Þau eru svo snjöll. Kristin trú átti aldrei að framleiða fólk sem einfaldlega fellur inn í hópinn. Heyri ég með því? Kristin trú átti aldrei að framleiða fólk sem fellur inn í hópinn. Kristin trú mótar fólk sem veit á hvað það trúir, hverju það trúir og á hverju það stendur. Þannig ef ég myndi segja einhver lokaorð, þá var það þessi: þegar allir aðrir beygja sig, stattu, þegar allir aðrir hörfa, trúðu, þegar allir aðrir þegja, talaðu og þegar þrýstingurinn kemur, samlaga þig ekki að heiminum. Láttu Guð umbreyta þér. Amen. Takk fyrir mig. Ef þið viljið fyrirbæn eða eitthvað slíkt, þá erum við hér til þess að standa með þér og ykkur. Ef ekki, þá er veðrið þannig að mér næstu í skapi næst að segja að við hlaupum inn í Kaffi Paradís þegar lokalagið er búið og þegar við erum búin að biðja fyrir þessu að koma fram. Þá hendumst það inn og við erum eða svona 3 korterum. Ok, þetta er alltaf langt. Eða svona korteri, svo fyrir út í góða veðrið. Erum við ekki sammála það? Check. Takk fyrir mig.